Jæja gott fólk, það er komið að 5x5 áskorunni í þrekmótaröðinni. Við erum að fara hérna yfir staðla og sína þrautina svona cirka. Box 1 byrjar á 10 6 metra sprettum þar sem við hlaupum út fyrir keilur. Síðan koma 10 bekkjarhopp eða 20 hopp fram og tilbaka. Hvert hopp telur fram og tilbaka, það er 1 hopp og síðan uppsetur. Þrautinar eru eins í öllum flokkum, einstaklingspara og liða. Nema það í liðakeppninu þá hækkar bekkjarhoppið. Þá hækkar bekkjarhoppið í 63 cm í kvenna og 73 cm í karlaflokki. Herðu, byrjum á sprettunum og bara skellum okkur í þetta. Verðum að fara út fyrir keilurnar. Sen komum við tilbaka, förum við í bekkjarhoppið. Þá verðum við að hoppa jafnfætis. Fæturnar þurfa að vera samsíða og þærnar þurfa að fara yfir bekkin. Við þurfum að fara hérna þetta telur 1, 2, 3 og svo framvegis. Það er ekki leyfilegt að fara með fætuna. Ekki samsíða og það er ekki leyfilegt að hafa færðnar hérna fyrir aftan bekkin. Þannig að það sé á hreinu. Næst eru það uppsetunar. Förum við í 10 stykki af þeim. Við flækjum fótunum undir lóð, við höldum í eyru allan tíman. Olnbogar þurfa að snerta gólfið og olnbogar þurfa að snerta læri alveg inn hér. Snerta niðri og snerta hérna. Það er ekki leyfilegt að koma hérna. Það er ekki leyfilegt að sleppa eyrunum eða sleppa olnbogunum niðri og það er ekki heldur leyfilegt að lyfta rassinum til að henda sér upp. Þannig að svona er rétt hreyfing. Þá erum við góðir. Þá erum við komin í box nr. 2. Það samanstendur af ketilbjöllu snörunum. Þá erum við að lyfta bjöllunni hérna. Hreyfingin byrjar á milli fóta. Við erum að henda henni upp í einni hreyfingu hérna upp. Í efri stöðu þarf að sjást í gagnauga. Við þurfum að rétt úr olnboga, þurfum að rétt úr mjöðmum og hnjám. Þannig að þetta er svona hliðastaðan cirka. Síðan hendum við henni niður hérna. Þegar við erum komin á milli fóta þá er einu endurtekning komin. Ef við droppum þá er endurtekningin ógild, þurfum að endurtaka hann aftur, þannig að það er allt of dýrt. Næst förum við í amerískar ketilbjöllusveiflur. Þar byrjar hreyfingin með því að bjallan sé hérna á milli fótanna og við förum alla leið hérna upp og það er sama þar. Við þurfum að rétt úr og það þarf að sjást í gagnauga. Þurfum að vera búin að rétt úr líkamannum og síðan förum við aftur niður. Þá telst endurtekning góð. Við erum að tala þarna það sama, það er bannað að droppa. Dropp kostar auka endurtekningu. Og síðasta hreyfingin í þessu boxi, það eru deck squat. Þar erum við að fara, við megum koma hérna, hreyfingin byrjar hérna upp yfir brjóst. Síðan förum við niður, förum hérna við megum lyfta mjöðmunum. Síðan hendum við okkur upp. Við þurfum að rétta úr okkur með bjöllu við brjóst til að endurtekningin telji. Ef þið endið með bjölluna hér, þá má ekki byrja á næstu fyrir hreyfingin er komin hérna og það er sama með síðustu æfingin telst hérðan. Einstaklingspara og liða er alveg eins. Einstaklingurinn gerir náttúrulega bara allt sjálfur og bæði para og liða skiptist á 2 mínútum þegar næsti liðsmaður kemur inn. Skipting í snöruninni, hún er bara frjáls á milli handa. Þannig að við skellum þessu hérna. Við réttum alveg úr uppi niðri. Síðan megum við skipta við viljum og svo framvegis. Þegar við förum í næstu þá megum við fara beint en við þurfum að enda hérna niðri. Síðan koma sveiflunar, endum hérna uppi, bjallan þarf að snúa upp. Og við þurfum að enda niðri, við höfum ekki koma hérna og grípa bjölluna hingað til að fara í deck squatið. Haldum við bjöllunni hér. Þurfum að rétta úr mjöðmunum uppi með bjölluna hérna. Það var bara næsta box. Jæja, þá erum við komin í box nr. 3. Í 5x5 áskorunni. Þetta box eru 10 armbögur, 15 froskar og 50 metra sandpokalöp. Stelpur gera arbeinar og froskana með fætur á 10 kílóa skífu og hendur á gólfi, en strákar með hendur á 20 kílóa skífum og fætur á 10 kílóa skífu. En í liðakeppninni þá er komin 30 cm hár pallur þar sem fæturnir eru og stelpur með hendur á gólfi en strákar á 20
kílóa skífum. Í armbeygjunum þá förum við alveg niður, þannig að líkaminn snerti og við réttum alveg úr olnboganum, réttum úr líkamanum þannig að rassinn sé komin upp. Það er ekki í lagi að skilja rassinn eftir niðri, þannig að við förum hérna alveg niður og upp. Svo ég sýni hérna hvernig við gerum þetta á plötunum. Þá eru armbeyggjuna líka hérna alveg niður og alveg upp. Og froskanir eru þannig að hné er að snerta olnboga eða brjóta ímyndaða línu á milli olnbogana eða utan við. Það breytir ekki máli. Síðan þurfum við að rétta úr okkur. Rassinn þarf að fara niður fyrir axlirnar, þannig að þetta er að gerast svona. Svo framvegis. Eftir því þá kemur að sandbókarhlaupinu. Stelpur eru með 1 stykki 15 kg, strákar 2 stykki. Við hlaupum hérna hringinn. Ef við missum sandpoka, þá þurfum við bara að stoppa og halda á þeim báðum. Þið megið halda á þeim hvernig sem er. Í parakeppninni er skipst á eins og alltaf eftir 2 mínútur, en í liðakeppninni er skipst á heilum umferðum. Þá er það bara þannig. Þá komið að boxi nr. 4 í 5x5. Það samanstendur af 5 ground og overhead og 5 burpees. Ground og overhead, það bara segir sig sjálft. Það þarf að fara frá jörðu upp fyrir höfuð, olnbogar réttir, mjaðmir opnar, hnén bein og það þarf að sjást í gagnauga fyrir framan hendi. Hvaða aðferð fólk notar, hvort það noti clean og press, snörun eða bara hvað sem er, clean og jerk og allt þetta dæmi, það breytir engu máli. Númer 1, 2 og 3, við byrjum niðri og þurfum að enda upp í réttri stöðu. Strákar eru með 40 kg, stelpur 25. Í parakeppninni er skipst á eftir 2 mínútur eins og í öllu hinnu. Liðakeppnin þá er frjálst val með skiptingar. Það eru 5 og það eru 5 og þið bara skiptið eins og þið viljið. Eina sem breytist í liðakeppninni að í staðinn fyrir að burpeesið, við byrjum reyndar á ground og overhead, en í staðinn fyrir að burpeesið sé tekið hérna, byrja niðri með líkamann beinan, brjóst, læri, koma við gólfið. Við þurfum að lyfta iljónum, klappa fyrir ofan höfuð eða aftan höfuð í loftinu áður við förum aftur niður. Það er eina endurtekning, en í liðakeppninni þá þarf fólk að rétta úr sér og hoppa upp á 20 kg skífu með opna mjaðmirnar. Þannig að þá erum við að taka þetta hérna niður og við hoppum hérna með opna mjaðmir alveg niður og svo framvegis. Ground og overheadið, það er eins og ég segi, númer 1, 2 og 3, hvaða leið sem við kjósum að fara. Við þurfum að enda í uppréttri stöðu, þannig að sjáist í gagnauga með mjaðmir, hné, olnboga, beina og aftur niður. Það er bannað að droppa. Dropp kostar auka endurtekningu. Þetta verður lovely, sérstaklega einstaklingsheld ég. Nákvæmlega vel. Þá komum við að 5. og síðasta boxinu hjá okkur í dag. Það samanstendur á róðri. Strákar róa 800 metra, stelpur 650. Róðurinn telur ekki basically, nema bara þeim mun fljótari sem þú ert meðan, þá hefur meiri tíma í hnébeygjurnar. Það eru hnébeygjurnar sem telja umferðina í boxinu. Það má ekki taka í haldfangi fyrir en tíminn byrjar. Síðan róum við bara, tökum við vel á þessu. Og við leggjum haldfangið í og bæði í parakeppni og liðakeppni. Það þurfa alltaf að vera snertingar á milli liðsmanna þar. Það má ekki snerta og hlaupa fyrir en vegalengdin er komin. Það þarf að leggja haldfangi í. Ef að haldfangi sé sleppt, þá kostar það 20 auka metra sem geta verið mjög dýrir. Allavega strax á eftir róðrunum. Þá kemur á hnébeygjunum. Í einstaklings- og parakeppninni þá er stillt upp. Það eru pallar og það er stillt upp lóðaskífum þannig að mjaðmirnar séu fyrir neðan hné og við þurfum að fara alveg niður og við þurfum að rétta úr okkur uppi, beina mjaðmir, bein hné upp rétt. Þannig að við þurfum að taka þetta hérna, við þurfum að snerta pallinn í öllum endurtekningum. Það er ekki leyfilegt að svona hálf rétta úr eða þá ekki fara niður. Það telur ekki nema við förum alveg niður, réttum alveg úr uppi. Í liðakeppninni aftur á móti þá er líka búið að mæla annarkur stöng eða hring fyrir ofan 25 cm fyrir ofan upprétta hendina. Það þarf að snerta það með báðum höndum. Þá lítur þetta cirka svona út og við þurfum þá að hoppa upp í. Og svo framvegis.
Það er fínt að taka það fram að bæði í liða og parakeppninni þá þurfa einstaklingar að snertast þegar það eru skipti. Þannig að það er ekki nóg bara annar klári og hinn byrji, það þarf að vera snerting á milli. Síðan ætlum við að minna á það aftur reglun okkar með drengilega keppni, góða framkomi við dómarana. Ef það sé einhver æsingur eða offsið, þá er bara mönnum vikið úr keppni. Það þarf að bera virðingu fyrir dómurunum. Ef þig langar að vera dómari, getur skráðið inn á threkmod.is. Okkur vantar alltaf fleiri dómara. Takk fyrir og góða skemmtun.